Velkomin í Eldvarpið. Mér þætti mjög vænt það að þið likeið, subscribeið og deilið. Fylgið mér á X undir @JustGayEyes eða á Facebook undir nafninu Eldur Smári Kristinsson. Ég í málaferlum við Ríkisútvarpið. Ef þú vilt rétta mér hjálparhönd við lögfræðikostnað, þá vinsamlega slegðu inn á reikning 0301 höfubók 26 011167 kennitala 131179 4809 eða á gofundme.com/legal-fund-for-eldur. Komiði margblessuð og sældömur og herrar og verið velkomin í þriðja þáttinn af Eldvarpinu. Ég heiti Eldur Smári Kristinsson og kannski mest þekktur fyrir að hafa stofnað og formaður samtakanu 22. Ég var oddviti lýðræðisflokksins í síðustu alþingiskosningum í Norðvesturkjördæmi og ég hef verið ötull baráttumaður gegn transferli barna og innrætingu barna í skólakerfinu kemur að kyni og kynjafræði. Ég sem betur fer núna búinn að uppfæra græjurnar mínar og þannig að ég vona að í þetta sinn þá verði gæðin af bæði hljóð og mynd betri. Ég hef líka ákveðið að reyna að vera ekki með handrit og ég sem sagt ekki með handrit í þetta sinn því að ég ætla bara að dýfa mér ofan í djúpulaugina og sjá hvort að þetta sé eitthvað sem mér mun takast að gera og pulla off bara. Þegar ég ákveð að setja eldvarpið í lofti þá var ýmislegt svona í gangi hvernig ég ætti að koma þessum aktivisma í farveg og þess aftar. Og núna ég búinn að eyða heilli viku að ætla skipuleggja sem sagt þennan þriðja þátt og vera með svakalegt premiér vegna þess að núna allt svona nýtt og fínt hjá mér. En það gerist svo margt, svo hratt í þessum business og ert í þessu gender woo-woo business, þessu kynjafræði rugli öllu. Þetta þannig umræða að þú í raun og veru getur ekkert bara farið með tærnar út í pollin og fara eitthvað að busla og tjekka. Þú annarkvort hoppar út í þennan poll eða þú bara lætur það eiga sig. Ég hef náttúrulega hoppað og skoppað í þessum polli núna, ég verða áratug, en ég vona að fleiri fara nú að hoppa út í þennan poll því að þetta náttúrulega drullupollur ef út í það farið. En ef við erum nógu mörg sem hoppum þá náttúrulega tæmist pollurinn og það bara hið besta mál. Sem sagt, ég var búinn að skipuleggja hvað ég ætla að hafa í þættunum en eins og ég segi, atburðarásin allt svo hröð þegar kemur að málefnum sem snerta kyn, tjáningu, konur, börn, samkynhneigða og þess aftar þannig að ég ætla bara að byrja á svona smá resumé. Eins og þið vitið flest, þá náttúrulega tók Donald Trump við embætti Bandaríkjaforseta fyrir 3 vikum síðan rúmlega og hefur heldur betur verið eins og jarðýta á vókið síðan hann tók við, enda veitti ekki af og veitir ekki af. Hann skrifaði undir forsetaúrskurði og tilskipanir sem kveða á að karlar geta ekki tekið þátt í kvennaíþróttum lengur, sem ljómandi, og að börn, að það megi ekki afskræma og lyfjavæða börn sem tjá eitthvað sjálfsvitundar vanda. Þá erum við að tala að börn séu sett á svokölluð kynþroskabælandi lyf, krosshormóna, sett í skurðaðgerðir og þess aftar. Bandaríkin eru náttúrulega aðal bækistöð þessa trúarnöttara í kynjaköltinu og öll þessi hugmyndafræði sem við erum að sjá allstaðar í íslenska
stofnanakerfinu og sérstaklega skólakerfinu og sveitafélögum. Þetta náttúrulega innflutt fræði frá Bandaríkjunum og Bretlandi. Þannig að ég ásakaður að flytja inn orðræðu frá Bretlandi og þess að ég náttúrulega vísa því bara til föðurhúsana vegna þess að auðvitað þá þegar hugmyndafræði flutt inn frá Bandaríkjunum og Bretlandi þá ekkert ósennilegt og hvað segir maður, óeðlilegt við það að viðbrögðin séu nokkuð á sama veg á Íslandi eins og til dæmis í Bandaríkjunum og Bretlandi. En jú, Donald Trump, hann skrifaði sem sagt undir nokkrar forsetatilskipanir og fjölmiðlar á Íslandi fóru náttúrulega hamförum. Það má nefna til dæmis að RÚV bauð formanni Trans Íslands og formanni Samtakanna 78 í stúdíó í einhliða umfjöllun eða viðtal þessar tilskipanir, þar sem þetta fólk fekk að bulla alveg út í eitt. Ég skrifaði reyndar Ríkisútvarpinu erindi eftir þáttinn, þetta var þátturinn Samfélagið. Mér minnir að þetta hafi verið 30. eða 31. janúar, ég held samt 30. Ég ekki alveg með það á hreinu, ég nenni ekki að tekka það núna, það breytir í raun og veru engu því að maður verður eiginlega heimskari á því að horfa á þann þátt, eða hlusta, en allt í lagi með það. Svo ákveðu fjölmiðlar að taka sig saman að hafa svona svipaða framsetningu og aðrir vitleysingar í fjölmiðlum að tala og setja trans konur eða sem sagt karla sem skilgreina sem konur í fókus þegar varða þessar forsetatilskipanir í staðinn fyrir að setja fókusin einmitt á afreksíþróttakonurnar og börnin sem eiga njóta einmitt verndar þessara laga sem Donald Trump eða þessara forsetatilskipana sem Donald Trump nú hefur undirritað. En nei, það eins og með marga aðra umræðu þá hún tekin í gíslingu af þessum kynjaideológum eða hugmyndafræðingum öllum og málin látið snúast örlítinn grenjandi minnihluta sem í raun og veru hefur ekkert erindi hvorki inn á yfirráðasvæði kvenna eða í kvennaíþróttum og það ekkert óeðlilegt við það að við bönnum skurðaðgerðir og hormónagjafir og hormónablokkera sem eru óafturkræfar meðferðir til barna sem eru að glíma við sjálfsvitundavanda. En í kjölfarið þá skrifuðu nokkrir álitsgjafar einnig skoðanapistla sem voru birtir á Vísi og í Morgunblaðinu og þar má nefna til dæmis Arna Magnea Dags og hann skrifaði þarna eitthvað rant á Vísi sem svo Ugla Stefanía kemur svo og tekur undir og bætir í. Það mætti helst halda að það væri bara að byrja að fýra upp í gaskleifunum í einhverjum útrýmingabúðum örugglega í Arizona eða eitthvað, hvað maður að halda. Og svo komu greina frá skriðdreka kynjaköltsins á Íslandi, henni doktor Auður Magdís Auðardóttir sem dósent við Háskóla Íslands og já, eitthvað meira, hún svona Judith Butler Íslands kannski best að bera hana saman við. Rosalega hrifin af kenningu Michelle Foucault sem hvað mest þekktu fyrir að vera með dálæti af ungum drengjum eða hafa samneyti við drengi undir lögaldri. En látu það nú liggja á milli hluta, en svo komu líka skoðanagreinar til dæmis frá góðum kennara norður á Akureyri, Helgu Döggu Sverrisdóttur og fleiri, en það ekki þessa greinar sem verða viðfangsefnið í þessum þætti. Ég ætla að reyna að
svona sýna ykkur hvernig umræðan einsleit á fjölmiðlum á Íslandi. Ég ætla að sýna ykkur þátt sem kom í síðustu viku sem heitir Rauða borðið. Þáttastjórnandi þar hún Marja Lilja Þrastardóttir. Að Rauða borðinu fékk hún til sín einmitt Uglu Stefaníu og Auði Magdísi Auðadóttur og svo Írisi Ellenberger. Það sem athyglisvert við að fá þessa 3 einstaklinga til sín að þetta einmitt stærstu höfuð af þessu kynjakvöls skrímsli á Íslandi. Íris og Auður og Ugla eru til dæmis það fólk sem gerðu vefinn otila.is og fór að skilgreina 14 ólíkar kynhneigðir fólks og fjöldanellum af kynjum og það talað hvað gagnkynhneigðahyggjan og slæm og svona hægri hommar eins og ég, við erum sem sagt homonationalistar og þessi vefur í raun og veru hvetur til þess að börn tilengi sér stjórnleysi eða anarkisma. Þetta nú gæðin og rjóminn í okkar félagsvísindum á Íslandi þessa dagana. En við skulum kíkja á Rauða borðið með Marju Lilju og þessum 3 skyttum kynjakvöldsins og ég mun svo grípa inn í og koma með mínar nálganir þegar á við. Því miður þá það ennþá þannig að þegar kemur að þessum kynjamálum og transmálum þá umræðan einsleit og það passað upp á það að ólík sjónarmið fá ekki að mætast og sérstaklega ekki í sama þættinum. En við skulum bæta úr því með að nýta efnið frá samstöðinni sem við þökkum bara kærlega fyrir að við fengum að nota efnið eða við notum efnið og við bara förum í gang. Já, komin sæl aftur og velkomin hingað að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góðir gestir sem nær. Mikið hefur, allavega eitthvað hefur verið rætt bakslag í hinsegin baráttunni. Og hjá mér sérfræðingar í málefninu. Það Íris Ellenberger, dósent í samfélagsgreinum, Auður Magdís Auðardóttir, lektor í uppeldis- og menntunarfræði og Ugla Stefanía Jónsdóttir og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks. Verið velkomnar. Það ókslega mörg nöfn svona í lókdags. Titlar. Þið fyrirgefum með þetta. Segðu mér, kannski bara svona til þess að byrja á byrjuninni, þá hafði ég samband við þig, Auður Magdís, vegna þess að ég las pistilinn þinn sem að birtur var í gær. Það sem að þú segir að gefnu tilefni og sem sagt ritar þarna pistil hvar konur séu í hættu eða þetta svona smellin pistil. Hvert var þetta tilefni? Það náttúrulega bara búið að vera svolítið í umræðinni, þú bæði hérlendis og erlendis og þetta svona þekkt taktík að mála einhvern veginn það upp að sískynja konur séu í mikill hættu staddar vegna tilvist trans kvenna. Og þetta bara, það var pistill hérlendið sem birtist fyrir stuttu en það var ekkert eitthvað eini pistillinn. Þetta bara, sú manneskja var ekki eitthvað að finna upp hjólið, Þetta bara mjög þekkt mælsku bragð og svo var ég bara eitthvað pirruð á þessu þarna á sundarskvöldið og að því að þetta svo mikil hræstni af því að þau láta sem útgangspunkturinn sé sá að þeim sé bara svo umhugað öryggi kvenna. Já. Og það sé einhvern veginn að þau sé að koma inn í þennan málaflokk út frá þess áttar umhyggju. Og þegar þú segir þá ertu að tala Já, fólk sem á því máli að transkonur séu svona hættulegar og hræðilegar mannverur einhvern veginn, Og þær séu það af því að þær séu ógn við sískonur en það afhjúpast svo mikið hvað þetta mikil fyrirsláttur þegar maður fer að hugsa
hvað segir bara veruleikin okkur öryggi kvenna? Þú veist, hvar eru þær óöruggar og af hverju og bara hvað segja tölurnar okkar og hvað segja bara Einmitt, kíkjum einmitt á einhverjar tölur og svona smá staðreyndir hvers vegna konur vilja ekki þennan rýting í bakið frá Auði og hennar líkum. Skoðum aðeins. Hey guys, I'm in the women's restroom. Þar alls konar ógnir, en ógnin ekki transkonur. Og sem útgangspunkturinn sé sá að þeim sé bara svo umhugað öryggi kvenna. Já. Myndskeiðið sem við vorum að horfa á ekki til þess fallið að gefa í skyn að allt transfólk séu kynferðisbrotamenn eða níðingar. Síður en svo. Það sem myndbandið sýnir okkur að hegðun transkvenna eða hegðun karla, þetta eru náttúrulega karlar, hegðun karla, hún breytist ekki þrátt fyrir að fólk skilgreinir sig af einhverju öðru kyni. Að sama skapi þá eru náttúrulega ekki allir karlmenn heldur kynferðisbrotamenn, síður en svo, það fyrir fjarri lagi. En það ástæða fyrir því að konur njóta friðhelgis í viðkvæmum aðstæðum eins og á sundstöðum og baðstöðum og íþróttum og þess háttar. Við verðum að athuga það að samfélagið var tilbúið að taka þátt í svona hálfgerðum þykistuleik. Þú veist, þegar við vorum náttúrulega að sýna okkar samkennd að, ég meina, við getum alveg komið fram við þessa mannesku í kvenkyni og þess háttar, en núna krafan að við trúum að þessi karlar séu raunverulegar konur. Það ekki staðreynd og það ekki, þú veist, þú getur ekki farið fram á að aðrir skilgreina þig eins og þú vilt á skjön við raunveruleikan. Það snýst málið. Transkonur eru karlar sem lifa eða telja sig vilja lifa og reyna að lifa í kyngerfi eða líki konu, en þeir eru náttúrulega ekki neinar konur. Og þetta það sem við verðum að fara að greina á milli. Þess vegna voru til dæmis þessar forsetatilskipanir í Bandaríkjunum undirritaðar, vegna þess að transkonur, karlar, eru
jafn líklegir og aðrir karlar í þýðinu til þess að beita konur ofbeldi og kynferðisofbeldi í viðkvæmum stöðum. Og við vitum það líka að níðingar og kynferðisafbrotamenn og sérstaklega bara barnaníðingur og annað, þeir nota allar glufur til þess að komast í nákvæmni við fórnarlömb sín. Þannig að lög til þess kynrænt sjálfræði, þar sem þú þarft ekki að sýna fram á neitt, þú þarf bara að segjast vera eitthvað, þá kemstu inn í þessi rými óhindrað og núna segja sumir, já en það mun enginn skilgreina sig sem konu til þess að komast þarna inn. Já, en hver ætlar að tjekka það? Núna samfélagið reynda bara orðið þannig að ef þú hreyfir við andmælum, þú sérð karl með sítt hár fara inn í kvennaklefan, þá þorir enginn að hreyfa við andmælum vegna þess að það vill enginn fá hann stimpil transfób á sig. Þetta staðan. Væri ekki meira ráð að fella niður þessi lög kynrænt sjálfræði og fara aftur að teikniborðinu þannig að gagnist bæði transfólki og hefur þarfir og réttindi kvenna í fyrirrúmi. Eftir þetta hálfgerða rant hjá Dr. Auði, þá sneri María Lilja Þrastardóttir sér að Uglu og Ugla fékk nokkrar spurningar varðandi til dæmis forsetatilskipanir Trumps og fleira og kom með mjög, skulum við segja, athyglisverðar samlíkingar eins og Uglu oft tamt að gera. Við skulum aðeins kíkja á framhaldið þegar María talaði við Uglu. Bara miklu bakslagi. Jú, ég myndi segja það og náttúrulega persónulega fundi það líka bara, ég hef náttúrulega verið lengi að beita mér fyrir réttindum hinsegin fólks og transfólks sérstaklega og ég hef alveg tekið eftir hvernig umræðan hefur breyst rosa mikið, hún hefur alveg miklu öfgafyllri, einhvern veginn þessir öfgar í antitrans umræðinni, einhvern veginn hlutir sem að fólk segir núna og leyfir sér að segja opinberlega eitthvað sem að manni fannst bara í rauninni ómögulegt fyrir nokkrum árum síðan. Man hefði aldrei haldið að við sem samfélag værum á þeim stað að fólk gæti bara sagt fullum hálsi opinberlega transfólk eru þetta og hitt og alls konar ljótar sem ég ætla ekki einu sinni að endurtaka til þess að ég vil ekki einu sinni styrkja þessa hugmynd það sem að þau stöður alltaf að tala og ég náttúrulega var í Bretlandi lengi þannig að það náttúrulega umræðan þar hefur lengi verið miklu verri þar og fjandsamlegri og hefur þróast svona cirka frá 2015-16 þá byrjaði svona þessi alda í Bretlandi. J.K. Rowling og þú veist það átti að uppfæra einhver lög í Bretlandi. Ég hef nú aldrei skilið þessa þráhyggju gagnvart J.K. Rowling því að hún hefur nú hvað mest svona mjúk í umræðinni þegar kemur að transfólki. Hún studdi hins vegar konur til dáða í að berjast fyrir réttindi sínum og halda í áunnin réttindi sem þær hafa ekkert haft neitt voðalega lengi. Ég meina við erum aðtúa það að kvenréttindi hafa tekið stórkostlegum jákvæðum breytingum bara á einni öld en núna er þeim að fara aftur. En Ugla talar hérna bakslag og nefnir hérna árið 2015 og að sé vera að uppfæra lög og þess að þar. Árið 2015 þá var umræðan þannig að þetta fólk vildi bara komast inn á klósett og pissa. Það var ekkert það að það vildi taka þátt í kvennaíþróttum eða fara inn á rými eða það væri verið að kenna börnum í skólum að það gæti hafa fæðst í röngum líkama og þess að þar. En það var hins vegar að gerast í Bretlandi á þessum tíma og það var það sem fólk var að byrja að mótmæla. Það var að mótmæla því að þurfa að staðfesta ranghugmyndir annarra og það að börn geta fæðst í röngum líkama. Þarna árið 2015 þá lögin sem voru uppfærð það var nú reynda bara það að samkynja pör gætu gift sig. Áður fyrr gátu samkynjaðir ekki gengið í hjónaband
Þú þurftir að hafa sem sagt Gender Recognition Certificate, það sem sagt þurftir að fá skírteini upp á það að þú værir í öðru kyni, þannig í raun og veru gat karlmenn sem skilgreina sig sem konur gifst körlum áður en karlar gátu gifst hvor öðrum. Það er nú svo skrítið. Þannig að í raun og veru þá eru þessi lög kynja skírteini eða kynja viðurkenningu, þau eru náttúrulega í raun og veru úrelt og eru einungis til þess fallin að ganga á réttindasvið kvenna. En þetta var nú það sem gerðist, að fólk áttaði sig á því að það var verið að krefjast af því að taka þátt í ranghugmyndum og það að ljúga og þurfa að breyta málinu sínu og hvernig það átt að tala. Mann hefði haldið að maður myndi aldrei gera það. Þau eru með rauninni bara endurtaka sömu þróun og var til dæmis bara þegar homar og lesbíur voru að berjast fyrir sínum réttindum. Þetta er nákvæmlega sama orðræðan, bara endurtekin og búið að skipta út einhverjum hóp. Og þegar eins og þú sagðir, fólk notar öryggi kvenna sem einhvern svona fyrirslátt. Þú veist, við sáum bara að það er ekki eins og transfólk sé eitthvað nýtt á nálinni. Þú veist, en svo láta þess allt í þessu einhver ný ógni sem ekki allt í henni komin, allt í einu að nota svona rými og fangils og eitthvað. Fólk hefur verið að nota þessi rými bara í marga áratugi. Já. Stoppum nú aðeins hér. Homar og lesbíur voru að berjast fyrir jöfnum réttindum þegar kemur að vinnu, að erfa, að vera nánasti aðstandandi maka og eiga börn og þess að þar. Transfólk hefur þessi réttindi og hefur borgaralega réttindi til jafns við aðra. Þetta er ekki sama réttindabaráttan og það er ekki hægt að bera þetta saman. Samkynhneigðir vildu fá viðurkenningu samfélagsins fyrir það sem við erum. Transfólk vill fá viðurkenningu og þátttöku samfélagsins í hver þau eru ekki. Það er mikill munur hér á og það er ekki hægt að líka þessu saman. Og þetta veit Ugla. Og hann veit þetta vel. Af hverju, já, í rauninni, þú veist, hvers vegna heldur þetta fólk að transfólk sé svona mikil ógn við börn og hvaðan kemur þessi hugmyndum að það sé einhvern veginn í hag transfólks að lyfja börn? Já, þetta náttúrulega áræti sem reyka bara til, þú veist, anti-hinsegin orðræði, þú veist, þetta var sagt homo og lesbíur þegar þau byrja að koma fram á opinbera vettvangi og segja, þú veist, hver þau væru ef þau voru kennarar eða í einhverjum svona ábyrgðastöðum, þá voru þau bara innræta börn, þú veist, þetta er bara nákvæmlega sama pælingin, bara, þú veist, þetta er einhvern veginn að hinseginleiki sé smitandi, en þú getur látið einhvern vera, þú veist, ég vildi nú óska þess að ég hefði það mikinn sannfæringarkraft að ég geti bara sannfært fólk að vera eitthvað sem það er ekki, skilurðu, en ég á litla frændur, það er alveg nú erfitt að fá það til að bara gremmiti sitt, skilurðu, hvað þá til að, þú veist, sannfæra einhvern að sé eitthvað annað kyn. Enn og aftur þá reynir Ugla að hengja sig aftan á baráttu og árangur samkynhneigðra. Samkynhneigðir, já, við vorum ásökuð ýmislegt þegar kemur að börnum og innrætingu barna vegna fáfræði í gamla daga. En, vitið þið hvað? Núna eru kennarar að gera nákvæmlega það sem samkynhneigðir voru sakaðir áður fyrr. Það er verið að innræta börn með þessu. Það er verið að segja börnum að þau geta lifað eða verið fæðst í röngum líkama og þess aftar. Aftur, þá dregur Ugla samlíkingar sem eiga ekki við rök að styðjast. Þetta eru rangar samlíkingar. Og við verðum að hætta að leyfa þessu fólki að komast upp með þessar röngu samlíkingar. Í rauninni alltaf, þú veist, það sem er að gera svona í Bandaríkjunum er í rauninni að það er bara verið að skrifa transfólk út úr lögum, bara þau hafa ekki lengur neina lagalega viðurkenningu eða neina lagalega réttindi. Þú veist, þú getur bara ekki verið trans samkvæmt þessum tilskipunum sem að Trump er að segja, bara það er reyndur ókslega fyndi í þessari tilskipun, þá segir hann eitthvað að kyn sé metið við getnað.
en fólk sem veit eitthvað í líffræði við getnað að fóstur í rauninni ekkert eitthvað ákveðið kyn við getnað, það náttúrulega eitthvað sem að þroska svolítið síðar, tæknilega sé mætti segja, eitthvað svona, þannig að þú veist, það mætti segja sko að þegar kynlitningar kikka ekkert inn fyrir á 7. og 8. viku að reyna öll fóstur séu kvenkyns í einhverju svona tæknilegri skilgreiningu, þannig að í rauninni skilgreindur Trump alla í Bandaríkjunum sem kvenkyns, en þú veist, það náttúrulega bara aukaatriði. Hérna kemur nú Ugla með enn aðra svona útúrsnúningsskýringuna sína sem náttúrulega ekki við nein rök að styðjast. Það náttúrulega ekki verið að skrifa transfólk út úr neinum lögum. Fólk alltaf til. Þegar ef þú ert á lífi þá ertu til og þú ert skráður samkvæmt lögum eftir því sem þú ert. Fólk annarkvort karl eða kona og lögin kveða nú á það að fólk sé skráð samkvæmt líffræðilegu kyni. Og svo segir Ugla hérna að samkvæmt forsetatilskipun Trumps þá allir sem sagt konur því að fóstur séu alltaf kvenkyns í byrjun. Þetta rangt. Við sjáum reyndar ekki, við getum ekki greint kynið með berum augum eða með tækni fyrr en lengra liðið á meðgönguna, en kynið ákvarðast við getnað, því að annarkvort hinn svokallaði SRY-litningur til staðar eða ekki. Ef SRY-litningurinn til staðar, þá verður barnið drengur og ef SRY-litningurinn ekki til staðar, þá verður barnið stúlka. Og þetta ákvarðast við getnað og það það sem Trump átti við, þannig að þessar skýringar náttúrulega bara hlægilegar. Þú veist, tilgangurinn skilur, en þetta sýnir bara sko að þeim alveg sama öll svona smádreifa, þetta snýst bara það að útiloka transfólk og ef þú ert ekki til í lagalegum skilningi þá þýðir það til dæmis að þú getur ekki ferðast með skilríki og það sem að gerast núna að það verið að taka vegabréf af transfólki sem kannski koma til að endurnýja eða þar nýtt vegabréf, get ekki lengur breytt því og þá bara verið að taka þig af þeim. Og þú veist, ímyndað verið ekki með vegabréf, þú getur ekki farið neitt. Og þá verið að loka fólk inni á einhverjum svona stöðum þar sem það bara ekki öruggt og þá náttúrulega bara eykst ofbeldi, mismunun, útskúfun, þú kemst eitthvað örugg svæði. Við vitum alveg hvað þetta þýðir. Við höfum séð þetta áður. Við höfum séð þetta í aðdraganda seinni heimsstyrjaldar. Þannig að þú veist, það bara svo ótrúlegt hvað við sjáum ekki þessa þróun. Þegar hún að gerast aftur, þetta bara skjálfest í söguna. Við getum bara, ég var til að lesa 5. október 1938, þá nákvæmlega þetta gert við gyðinga að vegabréfin voru gerð ógild. Skelfing finnst mér ömurlegt að horfa upp á svona aktivista líka helförinni saman við það sem að gerast í málefnum svokallaðs hinsegin fólks eða transfólks. Sko, fyrir það fyrsta, þá ekki verið að svipta transfólk ríkisborgararétt eins og gert var við gyðinga 5. október 1938, sem var náttúrulega skelfilegt. Og það rétt sem Ugla segir að gyðingarnir eða Ugla gefur að skyn að gyðingarnir komist náttúrulega hvorki löndni strönd vegna þess að þeir voru ríkjalausir í rauninni. Það rétt. En hins vegar þá Bandaríkjaforseti ekki að svipta transfólk ríkisborgararétti. Bandaríkjaforseti ekki að meina transfólki að fá útgefin ferðaskilríki eða vegabréf eða hefta för þeirra á annað borð. Það einungis verið að fara fram á það að kyn fólks sé skráð rétt. Við erum að athuga það kyn, líffræðilegt kyn, male or female, karlkyn eða kvenkyn, það ekki hægt að skipta kyn. Þannig að kynskráningin í vegabréfinu þarf að vera rétt. Við skráum kyn í vegabréf, ekki kyngervi eða kynvitund. Og það mikilvægt að taka þessa hluti fram. Ég skil ekki og ég hef aldrei skilið þessa orðræðu hjá transaktivistum og svona öfgafullum transaktivistum eins og til dæmis Ugla að sína að Ugla sé að líka sko réttindabaráttu eða sérréttindabaráttu transfólks við helförina.
þú veist, þetta bara gríðarleg óvirðing við gyðinga og gríðarleg óvirðing við söguna og þá atburðir sem áttu sér stað fyrir 85 árum síðan. Þetta skelfilegt og það í raun og veru þá ekki marktakandi á svona fólki og þetta rjóminn í sem sagt social justice félagsvísindum okkar Íslendinga og það enginn í þessu viðtali sem hreyfir við andmælum við þessum samlíkingum. Þannig að þá verðum við að álekta að þetta fólk sé sammála og þetta rjóminn og þetta fólkið sem fær vægi umræðinni bæði á Ríkisútvarpinu og á sínmiðlunum og hjá Samstöðinni og fleiri. Og við fáum ekki að koma af stað og það kerfisbundið allt gert til þess að raddir okkar fá ekki að heyrast. Þetta alveg makalegt. Agalegt bara. Ég meina, hvers vegna lætur fólk svona? Hvað veldur? Sko, þetta hefur náttúrulega mikið verið skoðað og margar vangaveltur varðandi þetta. Þetta náttúrulega hluti af alþjóðlegri hreyfingu. Það eitt sem skiptir mjög miklu máli í þessari umræðu. Þetta ekki bara eitthvað svona sem að einhverjum datt í huga einhver tímann, heldur það mjög öflug samtök, mjög öflugir einstaklingar sem hafa mikið fjármagn til handana sem búin að vera að dæla pening í fólk og félagasamtök í Evrópu og víðar til þess að búa til þetta svona anti-trans momentum sem í gangi og maður sér það líka bara hérna heima. Það verið að svona flytja inn svona ákveðna orðræðu, það verið að flytja inn ákveðna taktík og við höfum alveg séð eitthvað sem hefur gerst hérna á Íslandi að það eitthvað sem hefur verið þrautreint erlendis, þannig að það verið að reyna svona þessi svona hreyfing eins og nú kölluð, hún að reyna að festa rætur á Íslandi. Það hefur ekki gengið kannski neitt brjálaðislega vel hingað til svona já, allavega eins og ekki svona skipulegum hætti og það náttúrulega ég held að sko, við getum kannski einhverju leiti þakkað svona feminísku hreyfingunni, kvennahreyfingunni fyrir það, menn að þess að hún hefur ekki verið mjög svona til í að líta á transkonur sem sömu ógn og feministar eins og til dæmis í Bretlandi sérstaklega og víðar, en við sjáum kannski svona helst anga að það sé eitthvað að gera sko varðandi í orðanir varðandi börn sérstaklega og svona það hefur verið miklar og hatramar deilur á svona vettvöngum hérna kennara, það sem að fólk sem vinnur ekki með börnum hefur verið að koma inn og hefur verið að reyna að þyrla upp einhverju svona riki og svo örfáir kennara eða fyrirvændi kennara sem hafa eitthvað svona verið að taka undir þetta núna bara síðast þannig að fyrir eitthvað 2 dögum síðan eitthvað. Og það þá þessi hugmyndum að transfólk einhvern veginn sé ógn við börn vegna þess að þau vilji setja þau okkur hormónalyf. Já, og vilji henda þeim bara okkur færiband og fara einhverja aðgerðir og eitthvað svona sem bara ásir eitthvað stóð í raunveruleikanum. Að þessu nefnir kannski ekki smiti börn en skilur ef við fræðum börn einhver svona innræting í rauninni. En ég meina, hvaðan kemur? Hérna talar Íris Ellenberger það að við séum meðal annars að flytja inn taktík og orðræðu og þess aftar. Það mjög athyglisvert að Íris segi þetta því að allt það sem þau byggja á kemur erlendis frá. Þetta ekki eitthvað sem hefur verið að gerast organíst eða að sjálfi sér, þetta ekki uppsprottið á Íslandi. Þar að leiðandi þessi orðræða og dylgjur Írisar afar leiðilegar. Þetta vörpun. Þarna hún að varpa bara á aðra það sem þau sjálf að gera. Auðvitað verða viðbrögð við þessum breytingum sem hafa átt sér stað í skólakerfinu. Í viðtalinu þá sakar til dæmis Íris fólk eða okkur kannski að það sé dælt í okkur peningum og það fólk sem að dæla peningum til hægri vinstri í þessa svokölluðu anti-trans hreyfingu og annað. Þetta bara ekki rétt. Samtökin 22 hafa til dæmis ekki farið yfir 2,5 milljón í árlegri veltu síðan þau voru stofnuð sko fyrir 3 árum síðan að verða. Og
Við höfum ekki fengið neitt fjármagn til dæmis frá hinu opinbera en einu slíku. Þetta allt grasrót hjá okkur. Allt ólíkt því sem gengur og gerist hjá kynjafræðikvöldinu bæði innan háskólans og hjá samtökunni 78 og hjá feministahreyfingunni. Hún nefnir að feminismi á Íslandi hefur ekki farið sömu leið og til dæmis í Bretlandi, en það auðveld skýring á því. Feminismi á Íslandi sem slíkur í raun dauður. Kvenréttindahreyfingin hefur verið tekin yfir að nákvæmlega sömu hugmyndafræðingum og ideológum og hreyfing samkynhneigðra. Þannig að feministar eða kvenréttindakonur þegja þunnu hljóði vegna þess að þær vita að þeim reiðir ekki gott af ef þær voga sér að fara gegn þessu doktríni. Kennarar sem andmæla, eins og til dæmis Helga Dögg sem skrifaði greinana sem þær að tala í viðtalinu, þeir verða fyrir barðinu á þessum hugmyndafræðingum líka. Páll Vilhjálmsson fékk til dæmis að finna fyrir þessu. Það hafa fleiri kennarar haft samband við mig og samtökin 22 og deilt áhyggjum sínum en þora ekki að stíga fram vegna þess að þeir vita að þeir mun ekki reiða vel af ef þeir tala gegn þessu. Svo talað hvort að transfólk sé ógn við börn. Nei, transfólk sem slíkt náttúrulega ekki nein ógn við börn. Það ekki verið að tala það. Það verið að tala þessa innrætingu og það að segja börnum og halda að börnum að þau gætu hafa fæðst vitlaust. Og við höfum verið að sjá að í takt við þessa innrætingu þá hefur aukning þessa svokallaðra transbarna sem náttúrulega bara börn sem að glíma við sjálfsvitundavanda lent inn á transteimi BUGL og annar staðar og við erum að gefa út 13 sinnum fleiri per höfðatölu þá erum við að transa 13 sinnum fleiri börn heldur en til dæmis Danir. Á síðustu 10 árum hafa 354 dönsk börn lent í þessu kynjarugli öllu og á sama tíma þá hafa 84 íslensk börn lent í þessu og 80% þeirra með taugaþroskaraskanir. Þannig að þetta að hafa gríðarlega neikvæð áhrif á viðkvæmasta hóp barna. Þú veist, ég skil ekki alveg hvaðan þessi pæling kemur, en þetta einhvern veginn svona, þú veist, það svo auðvelt að vekja til ótta, sérstaklega þegar við erum að tala börn og ungmenni vegna þess að við viljum öll vernda börn og ungmenni og við viljum öll með þeim líði vel og þegar þetta einhvern veginn pakkað inn í þann pakka þetta einhver ógn, þá auðvitað fólk bara, já býtu hvað gangi eða sérstaklega veit ekki neitt eða kann ekki inn á orðræðina eða þekkir ekki til. Já, þetta svo áhugavert líka því að mögulega helst þetta líka í hendur við bara svona ákveðna þróun á það hvernig við lítum á barnæskuna, bara svona út frá svona uppeldis- og menntunarfræðilegum, þú veist, rannsóknum að þá sem sagt núna þá lítum við á börn sem mikið viðkvæmari heldur en við gerðum fyrir 20, 30, 40, 50 árum. Þú veist, fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru börn bara eitthvað að vinna og þú veist, voru bara ein heima og bara pínlítið börn voru að passa ennþá minni börn og þú veist, alls konar og ég get að segja að það hafi verið eitthvað frábært, þú veist, en það sýnir samt ákveðna sýn á börn sem, þú veist, með atbeina og sem gerendur í sínu lífi, sem sjálfstáð og duglega einstaklinga, þú veist, það er kannski bara gott fyrir þau að læra að bjarga sér og vera ein heima, lítil og eitthvað svona, og þetta var orðræðan sem var í gangi, þú veist, 60, 70, 80, en svo núna erum við búin að færast rosalega mikið yfir í bara börn eru mjög viðkvæm, bara ef þú horfir ekki stöðugt í augun á þeim fyrsta árið þá ertu bara búin að klúðra tengslamynduna sem eftir lífsins og einhvern veginn já þú veist, þannig ég held að þetta sé líka að spila inn í þú veist, bara svona ákveðna stemningu gagnvart börnum almennt sko, að og þá kannski fylgir það líka, þú veist, börn með ekki vita neitt sem að tengist kyni eða kynlífi eða þú veist, einhverju svona, af því að þau eru bara einhverju svona litlir englar sem að þurfa að vera bara í svona hjúp einhverjum sko. Svo held ég líka að það séu viðbröð við ákveðinu svona krísu ástandi, skilur við lifum á svona uppnámstímum að mörgu leyti, þá náttúrulega skilur við loftslagskrísan og allt þetta, en svo líka það er náttúrulega bara síðustu árum að þá er búið að vera svolítið að hrista svolítið vel upp í svona viðteknum sannindum kyn sem að sumir líta, það verið svona
svolítið hrist upp í heimsmynd fólks og fólk tekur því kannski svona misvel en það náttúrulega bara einmitt þekkt á þannig tímum að þá farið að einhvern veginn svona nota konur og börn sem einhvers konar tæki til þess að spyrnumóti að fara aftur í gamla farið að svona venda þessi svona hefðbundnu gildi íhaldssömu gildi. Þannig að ég held að það sé rosalega margt sem að haldist í hendur að einhvern veginn þetta verður ríkjandi orðræða og það sé hérna fólk út í bæ farið að skrifa greinar til svona, já, til að styðja við sko Trump og það sem hefur verið í gangi í Bandaríkjunum sem er náttúrulega bara mjög mikið áhugjefni. Já, af hverju er það áhugjefni? Og hérna sjáum við einmitt hvað markmiðið með þessu öllu Íris talar hérna að hrista upp í heimsmyndinni og það er það sem að fara í taugarnar á fólk. En skoðum hvað þessir hinseginfræðingar eru í raun að vera að boða og hvað hinseginfræðin að boða. Fyrir að fyrsta, þá vilja þau afmá mörkin á milli kynhneigðar og blætis. Þau vilja afmá mörkin á milli kynjanna, hvað það að vera karl og hvað það að vera kona. Svo vilja þau afmá mörkin á milli bernsku og fullorðinsára. Það er mjög mikilvægt hjá þeim. Og svo vilja þau afmá mörkin á milli hvað telst siðferðislegt og hvað tabú. Aðalmarkmiðin hjá hinseginfræðingum og hjá kynjafræðingum að brjóta niður vestræn samfélagslega gildi. Og þessir hugmyndafræðingar, þeir nýta sér einmitt mannréttindabaráttur ýmsra minnihlutahópa til einmitt að koma þessum markmiðin sínum á framfæri og koma þeim inn í löggjöfina á bak við tjöldin. Þau taki eftir því til dæmis lögin kynrænt sjálfræði, farsældarlög barna og þess að þetta fór allt fram án þjóðfélagslegrar umræðu. Þannig að þetta gerist allt á bak við tjöldin og þetta planað. Og ég get farið út í það seinna og get farið ofan í skjal sem heitir Dentons skjalið við tækifæri í öðrum þætti, en þetta allt planað hjá þessum hugmyndafræðingum. Ég ætla nú að láta þetta duga úr viðtalinu sem María Lilja Þrastardóttir tók við þessa 3 einstaklinga að rauðaborðinu í síðustu viku. En áður en ég kveð ykkur, þá langar mig að sýna ykkur 2 myndskeið. Eitt hérðan frá Íslandi og hitt frá Worcester í Massachusetts. En byrjum á fyrsta myndbandinu. Það frá samtökunum 78 og ég bara tek með það besta leyfi góðfúslega að nota þetta myndband. En eftir tilskipanir Bandaríkjaforseta að kyn mannfólks væri 2, þá fenguðu til sín liðsauka til þess að ofur útskýra hvernig kyn mannfólks eru. Skoðum hvernig það fór. En við meðum ekki blindast að merkimiðanum, við bara átt okkur á öllu sem í náttúrunni frekar en að reyna að neyða náttúruna undir miðan okkar. Lífverur eru bara mjög flóknar og þær eru samsetta. Það við notum kall og konu eða stelpu og strák til þess að tala kynin, það bara svona hugmyndafræðilegt vandamál hjá okkur, en það ekki líffræðilegu veruleiki. Erfðafræðilegt kyn getur verið ólíkt lífeðlisfræðilegu kyni eða þroskunarfræðilegu anatómísku kyni og síðan alltaf bara kynvitundin, því að kynvitundin eitt en anatómían annað, þannig að það bara mjög eðlilegt að við fáum einhvers konar mósaík í flóknum verum eins og mönnum eða blómum eða hvölum eða eitthvað svoleiðis, þar sem að það ekki allir einstaklingar stiftir í sama mót. Við erum öll ólíka einhverju leyti og erum líka öll ólíka varðar kynbundna eiginleika. Þú getur með karlkyns anatómíu haft áhuga á körlum frekar en konum en síðan upplifa þig á annan hátt og síðan einhverja ólíka samsetningu af því. Og það sem sagt bara fullkomlega eðlilegt að sjá það í stofni manna eins og í stofni höfrunga eða einhverja annarra dýra. Þess vegna. Hugtökin karl og kona eru bara eitthvað sem við höfum búið til þess að svona hafa skipulag á heiminum en
náttúrulega kynin eru að meginleitinu kall og meginleitinu konur, en síðan eru einstaklingar sem eru svona þar á rófinu á milli einhvers staðar. Darwin kenndi okkur að breytileikinn er raunverulegur og allir einstaklingar raunveru fullgildir einstaklingar stofnsins og merkimiðarnir okkar við megum ekki blindast að merkimiðanum, við bara átt okkur á öllu sem er í náttúrunni frekar en að reyna Ítum þessi kynjavúvu í burt, þetta er komið nóg að þessu rugli. Bara burtu við þetta. Pæli að eyða öllum þessum tíma í að útskýra sjálfsvitund og persónuleika. Já, ég kíkir svo á í lokin hvað gekk á í Worcester í Massachusetts, þar sem fólk lét hreinlega eins og væri verið að byrja að fýra upp í gasklefunum í öllum fylkjum Bandaríkjanna. Sjón er sögur ríkari. I need the city to protect me because the federal government won't. And if you think you're afraid of Trump, you should see how afraid of Trump I am. Can you wrap up, please? Yes, I can. If you say that you're afraid of Trump and that's why you don't want the city to be a safe space for trans people, you better prepare for trans people to make this a very unsafe space. I'm shaking right now. I don't want to be here. Up, I'm sorry, am I taking too long pleading for my life? You remembered how many children I have and that 2 of them are trans. I speak as both the B and the T in the LGBT. I'm multiply disabled. I have Ehlers-Danlos syndrome, which is a connective tissue disorder that causes me immense physical pain. I'm on the autism spectrum, and I have narcolepsy, and I couldn't drive myself here, so I had to hide from my driver that I was in drag, which is not an easy thing to do in drag. I do not want to be here. It's my day off. I do not want to be in your DMs. I do not want to be in your email inboxes. I do not want my creativity writing diss tracks like Kendrick. I don't want to spend an hour applying glitter on my face so that you will hear and see me. I want you to listen to me. Let us remember that the Nazis burned the books the Nazis burned books on gender sciences first. Now the administration has villainized and marginalized migrant workers, trans, LGBT people, and even special needs, denying life-saving and affirming care. Can you look at me and tell me how many of my friends need to die before you do anything? Please wrap up. Look at me! Okay, we're all done here. Fucking pathetic! No, we're all done. Come on. Of course, we need to continue celebrating Black History Month because in spite of what's coming down from Washington, we all know that we all exist and we all need to be recognized for our existence. Já, góðir hálsar, ég ætla að láta þetta gott heita í dag. Ég þakka fyrir áhorfið og ég mjög áhugasamur að vita hvað ykkur finnst, þannig að allt svona feedback, það bara mjög vel þegið. Og segja mér endilega til þið sem vitið hvernig á að edita vídeo og koma með hugdettur hvernig ég get bætt gæðin á þessum þáttum mínum. Takk fyrir og verið sæl.